Óli, 40 stiga stórsigur á Írlandi í dag og þar með eru þið búin að tryggja ykkur í 4 úrslit. Fyrsta U20 kvennalið í körfubolta sem að kemst svona langt á EM. Hvernig er tilfinningin? Tilfinningin er bara ólýsanleg. Þetta er eiginlega bara alveg fáránlegt og ég er ekkert smá stoltur af teiminu og stelpunum. Þetta er bara búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og það sem þetta liðið er búið að leggja á sig fyrir árangur er bara eiginlega ótrúlegt og bara sem þjálfari þá get ég ekki beðið betra lið heldur en þetta sem við erum með í höndunum hérna núna sko. Getur hann sagt okkur, þið vinnið Írland með 40 stigum, hvað þurftu að vinna með mörgum stigum til að tryggja ykkur áfram? Sko, þetta var alls konar einhverjar krúsítúlur sem við þurftum að finna út úr í morgun og ég kom með Rúnar Birgir bara á tjatti bara á 6 á íslensku tíma. Takk fyrir það Rúnar. Og hann var farin að reikna fyrir okkur í bílnum leiðinni í vinnuna skilst mér. Og Ásta, Júlía, hún var grjóthörð á því að við þurftum að vinna með 17 en svo komum við á daginn að þetta var nú 20 stig til þess að komast í fjarliða úrslitin, en 17 stig til þess að ná 3. sætinu. Þannig að út af allri þessari óvissu þá bara tókum við þann pólinn í hæðina að við bara sögðum allan leikinn að við þurftum meira og héldum áfram að keyra þannig að úr var 40 stiga sigur sem er eiginlega bara ótrúlegt sko. Þið mætið Belgíu í 4 úrslitum á laugardaginn, frídagur á morgun og svo stórleikur við stórgott lið Belgíu. Hvað vitum við þetta belgneska lið? Sko við vitum að Belgía er náttúrulega með þvílík gæði og það er stelpa númer 12 sem heitir Natasja Klassens. Hún er hrikalega góð, hún var dröftuð í WNBA þannig að þetta er svona, ég veit að hún er að reyna að komast í Ólympíuliðið Belgíu. Það er búin að ákveða tímanlið en 11 og 12 er ennþá opið skilst mér, þannig að hún er að berjast það spott en hún ætlar að hjálpa þessu liði að koma þeim upp eins og þjálfarinn sagði, þannig að við ætlum svona að reyna að eyðileggja þann draum fyrir þeim og taka hann sjálf að því að ef við náum að stoppa þessa stelpu þá ströggla þær og það hefur sýnt sig í mótinu að þegar hún spilar illa þá hafa þær strögglað, þannig að við ætlum að finna leiði til þess að stoppa hana og stoppa hana alltaf bara, allar hinna, þetta er náttúrulega bara fáránlega gott lið en við höfum sýnt á sanna að við getum heldur betur gert usla og við ætlum að gera það á móti Belgíu. Frábært, til hamingju með árangurinn og gangi ykkur vel. Takk þér.